svona og nota þumalfingurna til að hnoða. Hvað ef að ég er áttræð gömul kona sem er 45 kíló og þetta hérna er vaxtaræktarmaður sem var að hníga niður. Barnabarnið mitt var í heimsókn og ég var að elda að baka vöfflur handunum og svo fer hann í hjartastopp að þeir eru á sterum og kókaíni. Þetta er bara líklegt dæmi. Þannig að og hérna er önnur gömul vinkona mín sem er í heimsókn hjá mér og hún kemur og aðstoðar mig. Ég segi hérna, heyrðu, ég get ekki hjarta núna, getur þú aðstoðað mig? Íttu bara baki á mér. Og hjálpast þér aðstoð. Svona. Og ef maður er handalaus, þá getur maður bara að nota fótinn. Það er meira sem einhver rannsóknir á því núna að svona hjartanúða með fætinu sé alveg jafn gott. En, þú veist, við mælum með þessari aðferð hérna, nota báðar hendur hérna. Stundum er nóg að nota aðra hendina, stundum þarf maður einhvern til að hjálpa sér, stundum er nóg að nota 2 putta. Bara allt eftir hvað sjúklingurinn er stór og sterkur og hvað þið eru stór og sterk. Sömuleiðis ef það er 8 ára barn líka að nota eina bara aðra hendur. Já. Gert bara svona. Kannski væri það alveg nóg fyrir okkur að hnaða gamla konu með annarri hendi. Þannig að vega og með. Já, vorum hérna. Og skipta reglulega hnoðara, svo er netta maður. Mjög mikilvægt. Og þegar við skiptum á hnoðinu, þá er ég að hnoða hérna og ég segi, Ívar, komdu og vertu tilbúin að taka við af mér á 3. Ok, 1, 2 og 3. Og Ívar tekur strax við. Maður hafa sem allra minnsta töf á hnoði. Og eins og það er að koma sjúkrabíll eða eitthvað, þá hættum við ekki bara að hnoða þegar við heyrum í sírenunum. Við bíðum eftir að þeir eru komnir á staðinn og segja, heyrðu, við tökum við núna. Og þá ertu leiðbyrna einhvern, hei, Tristi, hvað ég gera það bara? Ertu að hnoða, ok, segð hendurnar mínar. Látt hendurnar þínar vera svo mínar, þú veist. Hérna, komdu svo með það nálægt, ok, ertu tilbúin? Sjáðu það samt hvað Ívar er að gera? Já. Það er að gera svona. Sýndu mér að henni. Þú veist, þá leiðbyrna bara, horfðu þess að hvernig þeir gera og leið fólki bara, þú veist, fá sín í kæft og svo tekur það við. Blástusaðferðin. Maður þarf ekki alltaf að blása. Það getur, þú veist, sumum finnst bara ógeðslegt að blása. Stundum er það þannig að manneskja í hjartastoppi kemur upp úr einhverju froða, jafnvel blóð og æla og þetta er kannski bara einhver manneskja sem við vitum ekkert hver er. Hún getur verið með fullt af sjúkdómum og eitthvað svona og okkur langar kannski ekki að blása upp í hana. Hvað gerum við þá? Þá hnoðum við bara stöðugt. Bara byrjum að hnoða og hættum því ekki fyrir að sjúkrabíllinn kemur. Ef við ætlum að blása, maður þarf ekkert að vera voðalega hræddur við að blása. Það er engin smitað svo vita sé í heiminum á HIV á því að gera munnumun. Ég held að sé svona kannski einhver tilfelli af lifrarbólgu eða eitthvað svoleiðis, en það er mjög sjaldgæft. Þannig að líkurnar á að maður sé að fara að smitast á því að blása upp í einhverju mannsku eru mjög litlar. En maður getur alveg vel skilið að einhver vilji ekki blása. Þá hnoðar maður bara. Getið ímyndað einhver tilfelli þar sem það væri mjög mikilvægt að blása. Drukknun, sagði einhver, já. Langt í sjúkrabílinn, já. Og líka hjá börnum eiginlega. Því börnin, akkur fara börn í hjartastopp. Fullorðnir fara í hjartastopp af því að þeir hreyfa sig ekki. Þeir reykja, þeir borða óhollt, þeir eru offeitir og með sykursýki og eitthvað og fá stífla kransæðarnar og þeir fara í hjartastopp. Og þá er mikilvægt að hnoða. En börnin, þau eru ekki í þessum pakka. Þau eru þannig að þau eru að stinga öllu upp í sig. Þau eru bara að skoða heiminn með því að þegar maður myndi rétta barnið hennar bílíki, þá er það strax búið að tróða honum upp í sig. Og það er eitthvað að festast upp í þeim. Eða þá þau eru að fá sýkingar í öndunarveginn, astma eða eitthvað svona og þá þrengist það öndunarveginum. Þetta er allt tengt rosa mikið öndunarveginum, ástæðu þess að þau fara í stopp. Og þess vegna er mikilvægt að blása í þau. Alveg eins og einhver sem drukknar í sundlaug eða eitthvað, hann vantar súrefni, það þarf helst að blása í hann. Ok, en aftur, hnoða er betra en ekki neitt, algjörlega. Þessi ég líka að spyrja bara í kring að það komið að einhverjum bíl út á landi sem er fólk að ferðast og það er einhver sem er að panika. Að spyrja mannskjörna, þekkir þau, veistu hvað þetta er? Okay, er eitthvað sem ég ætti að vita að það er fyrir að blása? Þú getur spurt líka bara, er það með eitthvað eða eitthvað sem ég ætti að vita er einhver hætta? Og þannig að fólk svarar því og ef ekki þá ætti þetta að vera, nokkuð safe þannig að það treyst ykkur til þess endilega. En auðvitað, aldrei að stoppa ykkur. Það er treyst ykkur til að blása, aldrei. Ég veit bara, með mig, ég myndi blása upp í alla í fjölskyldunum mína, alla vini mína, alla í bekknum mínum. Ég er ekki viss að ég myndi blása upp í alla ókunna. Öll börn myndi ég klárlega gera og yfirleitt fólk. En ef ég finn einhvern niður í bæ bara sem er líst illa og það er ég ekki samfæra ég myndi gera, en kannski. Ok, og blásturinn er frekar einfaldur. Þá opnar maður öndunarveginn alveg eins og áðan. Hallar höfðinu aftur svona hérna og það þarf að klípa fyrir nefið. Blásum við gegnum munnin, ef maður klípir ekki fyrir nefið þá fer loftið bara út nefið.
þessar dúkkur eru pínu gallaðar. Þetta eru frábærar dúkkur en þetta er eiginlega eini gallinn við þær. Maður þarf ekki að klípa fyrir nefið þær. En við segjum fólki það, klípa fyrir nefið, setur að munninn þétt að hérna og blæs í 1 sekúndu. Og þetta er eiginlega sko, bara, maður er ekki að blása eins og maður sé að reyna að, þú veist, feikja húsi koll eða eitthvað. Þetta er bara svona venjulegur andardráttur. Kannski, svona. Blæsir cirka 1 sekúndu, rétt þannig að brjóstkassin lyftist. Í dúkkunum er til svona öndunavegur, það vantar í þessa dúkku, þannig að hún er ekki með neinn lungu. En það er gott fyrir kennsluna að setja lungun í. Þannig að við getum sýnt að brjóstkassin lyftist. Bara blæs og sumir segja sko, hnoðaðu fast og blástu laust. Af hverju viljum við ekki blása fast? Það er því þá blásum við bara lofti líka niður í maga, þá þenst maginn út og endanum ælir manneskjan upp ælunni sem fer niður í öndunarveginn og hún kannski lifir á hjartastoppi en deyr úr lúnabólgu eða eitthvað svoleiðis. Það vil ég ekki. Þannig bara blása laust. Ok, rétt þannig að hann lyftist. Og hérna, ef við ætlum að blása á hnoða, þá er þetta æskilega hlutfallið. Hnoða 30 sinnum, blása 2 svar. Áður var mælt með 15 hnoð, blása 2 svar og reyndar er heilbrigðisstarfsfólki kennt eins og með börn að hnoða þau 15 sinnum og blása 2 svar og unga börn þá hnoða maður 3 svar og blæs 1 sinni. Það er alls konar svona, en bara til að hafa þetta einfalt þá er mælt með að kenna almenningi svona 32 svar með alla, saman hvað eru gamlir. Og hérna, ef maður ætlar ekki að hnoða, þá hnoða maður bara stutt. Maður þarf ekki að taka pásu þegar maður hefði verið að blása eitthvað. Og aftur stutta pásur á hnoðinu. Þannig að maður er bara hérna 28, 29, 30, blása 1 sinni, blása 2 svar og svo byrja aftur. Eða vera ívari tilbúin að blása meðan ég tel og bara fínt að telja upp það. Og í hnoðinu þá getur maður talið ef maður ætlar að blása. Ef maður ætlar ekki að blása og hnoða bara stuð, þá getur maður verið með einhver svona lög í huganum eins og Staying Alive, Öxar við ána, Piparkökur bakast, Skyndihjálparlagið, Fíllinn úr Nelly, það er mjög vinsælt núna. En hérna, ég held að það myndi trufla mig allan. Mér finnst betra að vera bara 1 og 2 og 3. Takturinn er þetta 100 sinnum á mínútu. En sá það lögð áherslu á eins og í breska vídeóinu, þá er þetta, kallað þetta hands only CPR. Fyrir svona almenningsmasskennslu er lögð áherslu á að hnoða bara. Til að fólk sé ekki að panikera og halda þetta blása líka. Svo er hérna eitt myndband sem við sýnum stundum. Það er svolítið spes vídeó. Þetta er kanadíska útgáfan af Vinnie Jones, eða svona sama purpose.